Við erum hérna komin í gildi skógarumhirðu og það Hrefna Jóhannesdóttir, sviðsstjóri ræktunar hjá Nytja og hjá Landi og skógi sem næst í pontu. Gjörðu svo vel. Ágætu félagar, segi ég bara líka. Það ánægjulegt að vera hérna með ykkur í dag. Mjög vel sótt ráðstefna. Ég gleymdi nú að spyrja hvað væru margir að fylgjast með í streymi en það eru örugglega töluvert margir og vonandi líka. Ég fékk líka úthlutað titli Gildi skógarumhirðu og ákvað að halda á honum bara. Þetta mjög þægilegt, þetta mjög opið og þægilegt og ég bara vinn út frá því. Nú í allri skógrækt þá er mikilvægt að vanda vel til verka í upphafi og við þurfum að velja trjátegund, kvæmi, klón, plöntugerð, allar aðrar aðgerðir við nýskógrækt út frá aðstæðum til þess að auka líkurnar á góðri lifun og vexti hverju sinni. Við þurfum að lágmarka líkurnar á afföllum, nýgróðursetta plantna, eins og vald okkar leyfir. Við ráðum auðvitað ekki við allar aðstæður, við ráðum ekki við veðrið til dæmis, en það ýmislegt annað sem að við sem höfum fagþekkingu höfum vald yfir og við þurfum að vanda mjög vel við hvernig þær ákvarðanir eru teknar. Og síðan þurfum við að koma inn með íbætur leið og við sjáum að þeirra þörfa því að íbætur náttúrulega fyrsta skrefið, ef svo maður segja, í þessari skógarumhirðu okkar eftir að nýgróðursetningu lýkur. En ef við gefum okkur að þetta hefur allt saman tekist vel og uppvaxi sé að vaxa svona hæfilega þéttur og góður ungskógur, að þá umhirða ungra skóga fyrsta og mikilvægasta aðgerðin eftir að gróðursetningu lýkur og það hún sem að leggur grunn að verðmætasköpun framtíðarinnar. Framtíðartrén eru þar valin út frá gæðum trjánna sem í reitnum standa og tegund. Þannig að við þurfum líka að taka ákvarðun það hvaða tegund við viljum að verði áfram í reitnum eftir að við erum búin að fara þar inn í fyrsta sinn. Og þessi umhirða, hún getur farið fram 1 til 3 sinnum, allt eftir aðgengi. Nú talaði Arnór aðgengi og hvar þessar viðarnytjar eru á áðan og aðgengi skiptir sannarlega miklu máli. Stundum getum við leyft okkur að fara inn nokkuð oft inn í hvert skógarreit, en stundum þá förum við bara einu sinni, eins og myndin hérna sýnir, þar sem mjög bratt. Ætli þetta sé ekki meðal annars þessara 2% af lerki sem ekki svo mjög aðgengilegt, eins og Arnór talaði áðan að 98% af lerki væri býsna aðgengilegt. Mig langar að staldra aðeins við þessa setningu hér. Skógarumhirða, hún fjárfesting í framtíðinni. Skulum leyfa henni aðeins að sökkva inn. Maður þarf að vera svolítið þolinmóður þegar maður að fjárfesta í skógrækt, þetta vitum við. Það tekur langan tíma þangað til að tekjurnar fara að skila sér. En við gleymum þessu stundum. Við gleymum því að tekjurnar þær koma síðar, en til þess að af þeim verði, þá verðum við að sinna skógunum vel í dag. Það skiptir rosalega miklu máli. Þannig að manni finnst stundum eins og skammtíma sjónarmið ráði för þegar að ákvarðanir eru teknar hvað við ætlum að gera í skógunum í dag. Og það var líka ágætt, fannst mér að sjá á glærunni sem að Palli sýndi okkur áðan þegar hann fór yfir öll þessi mismunandi skref í skógræktinni. Það var eina fyrstu glærunum að það kom svona Það eru rosalega mörg skref, þrep sem við þurfum að stíga áður en að kemur að
að sjálfum nytjunum og tekjunum. Eins og ég sagði, skógarumhirða er fjárfesting í framtíðinni. Og hér sjáum við skógarbónda fara það er búið að snemgrísja lerkireit og það er verið að kvista framtíðatrén. Þannig að við förum og tökum niður fjölda trjáa per hektara og það getur verið svolítið misjafnt eftir tegund og eftir líka bara aðstæðan á hverju stað, hversu mörg eða fá tré við skiljum eftir hverju sinni. En síðan þurfum við líka að huga að því að kvista upp framtíðartrén til þess að fá sem mest verðmæti, fá sem bestan gæða við. Og þarna er skógarbóndi að kvista upp lerkitré. En við þurfum líka að huga að hvaða tegundir eiga standi í þessum reit. Og ég kem aðeins meira en að það á eftir að allt sem við gerum núna, það hefur áhrif á hvaða ákvarðanir við getum tekið síðar meir. Og ég hlakka mjög mikið til að hlusta á erindi hennar Lucy á morgun einmitt verkefni sem hún er að vinna að sífelluskógrækt. Ég held að það eigi eftir að kannski að opna augu margra okkar hér inni fyrir því hvernig við þurfum að hugsa skógarumhirðu í dag til þess að hafa fleiri valmöguleika síðar. En þessi þáttur skógræktar, þessi umhirðan, þetta er tiltölulega ódýr fjárfesting ef hún er gerð á réttum tímapunkti og það sem meira hún eykur virði þeirrar fjárfestingar sem að nýgróðursetningin er. Við vitum það að það kostar töluvert mikið að koma skógi í land þar sem ekki er skógur fyrir og við erum þess vegna að auka virði þessara fjárfestingar með því að fara og hirða skóginn. Og gegnum skógarumhirðuna þá kynnist ræktandinn líka sínum skógi, alveg eins og bóndinn kynnist sínum bústofni með því að umgangast hann. Og líkurnar aukast á því að ákvarðanir séu teknar í tæka tíð. Með skógarumhirðunni þá leggjum við grundvöll til framtíðar varðandi margar þætti, meðal annars seiglu skóganna, að þeir verði stormsterkari eða sterkari gagnvart snjóbroti til dæmis, hvaða tegundir eiga standaðar og hvaða mögulegu viðar og skógarafurðir við getum síðan fengið í kjölfarið. En mér langar að sýna ykkur þarna því að hér sjáum við á myndinni, þetta virðist nú bara að vera svona nokkuð þokkalegur lerkiskógur, en á þessu svæði erum við þegar farin að leggja grunn að næstu tegund, þannig að við erum farin að hugsa, já, þetta lerki, það hefur ekki vaxið nógu vel, þetta var kannski ekki rétt kvæmi sem var tekið inn, þéttleikinn var ekki alveg eins og við gátum hugsað okkur, en það sem það stendur fyrir hins vegar frábært skjól fyrir næstu tegund. Þannig að þarna inn var sett greni. En hvað haldið það yrði þetta greni ef að maður myndi ekki fara og kvista frá því? Það yrði nú ekki mjög gæfilegt. Alveg eins og Ágúst horfði á Þröst á áðan og leitaði svona að myndi kinka kolli, þá reyni ég að festa augun á Lalla og sjá hvort að ég sé á réttri leið þegar ég held áfram með þetta erindi mitt. Og hvers vegna skógarumhirðan mikilvæg? Við vitum náttúrulega, það getur allir sem eru hér inni komið hér upp og fjallaði mikilvægi skógarumhirðu. Ég veit það og þannig að ég ekkert að segja eitthvað neitt nýtt. Stuðlar rétt þéttleika. Við þurfum að koma inn með íbætur ef að þess þarf. Það afar mikilvægt. Og við þurfum að huga að snemgrísjun, sérstaklega á lerkinu okkar. Og þéttleikinn ræðist eftir aðstæðum. Ef að landið mjög slæmt þá komumst við upp með minni þéttleika. Og ef það er betra þá horfum við að þéttleikinn sé meiri. Fer náttúrulega líka eftir fjölda gæðatrjáa. Hún eykur vöxt og gæði, þessi snemgrísjun, eins og við vitum.
dreifum trjánum líka betur allan lundin og veljum okkur framtíðartré. Við fáum með þessu fjölbreytt vistkerfi í stað einsleitra. Aftur þá hlakka ég mjög til að heyra erindina Lucy á morgun þegar ég á von á því að hún muni varpa betur ljós á þetta. Að við förum þarna inn og getum opnað fyrir aðrar tegundur líka og ekki bara opnað fyrir fleiri tegundir, heldur opnað fyrir að skógurinn vaxi upp í mismunandi hæð. Hlaupum meiri birtu inn í hann. Seglu og heilbrigðið, það verður nú alveg sér erindi á morgun um segluna, þannig að ég ætla ekkert að fara neitt í það. Það er mjög dýrt að trassa umhirðu, þannig að það er mikil hagkvæmni fólgin í því að fara og gera það nógu snemma, með fyrstu snefgrísum sem sagt, en það er líka ákveðin hagkvæmni sem er fólgin í því að við fáum þá möguleika á því að seinka fyrstu grísjun, bæði vegna þess að hún getur verið bara kostnaðarsamari, en líka vegna þess að við eigum þá aukum líkurnar á því að fá meiri gæði og meiri tekjur af þessum grísjunarvið sem við myndum fá þá. Ég nefndi þetta áðan með að með þessara umhirðu þá erum við líka að auka virði fjárfestingarinnar sem nýgróðursetning er. Og svo er þetta atvinnuskapandi. Við megum ekki gleyma því. Það hefur mjög jákvæð áhrif á byggðaþróun. Kolefnisbinding, vörn gegn vá og stuðlar að fleiri valmöguleikum, eykur frelsi varðandi ákvarðanatöku síðar og ekki minnst hærri hamingjustuðull skógareigandans. Þarna sjáum við Jóhann upp í 20 ára, þetta er 22 ára gömul gróðursetning af hrím sem var búið að snemgrísja og verið að kvista. Mér langaði bara svona aðeins að því að tíminn er nú svona frekar naumur, þá er ég svona aðeins að kippa okkur niður á jörðina líka með því að tala aðeins í hvað peningarnir eru að fara. Við erum með bara á fjárlögum, þetta er lögbundið verkefni skógrækt og lögbýlum og við erum með lið á fjárlögum sem að fer í nytjaskógrækt og áðan þegar Arnór talaði Hagur Heiðmerkur, hún var búin að nefna, búin að vifta með einhverjum fingrum, þannig ég nefni núna Heiðmörk. Verkefni Hagur Heiðmerkur, þá nefndi Arnór að virði skógana þar væri 1% væri timbrið sjálft. Þannig að það svona aðeins seig á mér brúnin þangað til að ég náði nú að vinkla þessu í minn hag eins og ég ger nú alltaf. Það var þetta með menninguna og 98% það skiptir rosalega væri virði þessara skóga væri að fólk geti komið í þá. Hversu gaman er nú að koma í skóg sem enginn hefur sinnt. Það er ekki mjög skemmtilegt, þannig ég bara notfæri mér þetta strax og segja að það skiptir líka mjög miklu máli fyrir fólk sem er að nýta útivistarskógana að þeir séu vel hirtir og bjartir og fjölbreyttir. Þannig að það er þetta, þessi umhirða skiptir alls staðar miklu máli. En mér langaði bara rétt aðeins að sýna ykkur að þessum óskum framlög til skógræktar á lögbýlum, þetta er árið 2024, að þar fer langmest af okkar fjármagni fer í nýgróðursetningu. Það er bara við þurfum að koma þessum plöntum út, borga fyrir þær og allt sem við á að éta með því. Þannig að þegar við erum að skera niður óskir framlög, þá er það af þeim potti sem kallast slóðagerð og umhirða. Það er snemgrísunin. Og okkur fannst þetta náttúrulega mjög slæmt, okkur ráðgjöfunum að við þurfum að skera niður þennan þátt. Í ár hefur verið óskað fjármagn til þess að grísja 350 hektara snemgrísja og það er bara mjög ánægjulegt að sjá það þróun, þetta er að verða meira og meira en það þarf náttúrulega að gera þetta og það þarf að vera peningur í þetta og það þurfa að vera verktakar í þessa vinnu líka. Þannig að við þurfum einhvern veginn að efla þennan markað eins og við mögulega getum og bara svo að við förum nú ekki alveg sökk okkur í eitthvað þunglyndискast að þá
þá nú samt þetta fjármagn sem að við erum að veita til snemgrísunar í ár, það nú samt meira heldur en það fjármagn sem að var faktist notað í fyrra. Þannig að það alltaf meiri óskir en fólk síðan, fólk meira að óska eftir framlögum en við náum síðan að veita framlögunum til vegna þess að einhverjum hlutum þá verður ekki af þessari snemgrísun. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna út úr því af hverju verður ekki af henni og reyna að bæta úr því. Og mér fannst þetta líka mjög áhugavert bara að sjá þetta svolítið svart á hvítu, að raunveruleg framlög til umhirðu síðastliðin ár, það að segja tímabilið 2019 til 2023, við teljum að þessar íbætur sem eru 0,1% svona jafnaði, að það sé nú kannski ekki alveg rétt tala, því þetta örugglega bara skráð sem gróðursetningar og ekki íbætur. Þannig að þetta eitthvað skrítin tala. Eins með þess að ábyrgðar að gefa eldri gróðursetningar, það ekkert víst að það sé rétt tala heldur, alveg rétt tala, en allavega með þessar þetta prósentuhlut, alltaf snemgrísun, að þá við svona öllu jafna að liggja á 5% af þessum framlögum sem fara til skógræktar og leigubílum fara í snemgrísun. Þannig að mér fannst þetta væri bara, myndi kippa og græðisnar á jörðina kannski að sjá þetta og þá getum við líka haft í huga bæði þetta með nýtingarhlutfalli sem að Arnór nefndi áðan. Við skulum hafa í huga þessa atvinnumöguleikana á hverjum stað fyrir sig. Við þurfum að hlúa að þeim. Við þurfum að halda þessum verktökum gangandi og það þarf að vera tryggt að þegar komin tíma á snemgrísun þá sé hægt að fara í það. Og við skulum líka hafa í huga að við erum langmest af þessu timbri sem við erum að nýta í dag innflutt. Var ágætt verkefni sem að Sævar, sem situr hér í salnum, gerði fyrir nokkrum árum síðan. Mér minnir það hafi verið 97% af timbrinu sem við erum að nota á Íslandi þá var innflutt. Þú leiðréttir mig bara, Sævar, ef það ekki rétt. Mér langar bara að loka þessu með þessu. Eitt það allra mikilvægasta við að sinna skógarumhirðu í dag að við erum að skapa frelsi varðandi ákvarðanatöku síðar. Ég ætla að biðja ykkur líka að leyfa þessu og sökkva aðeins inn. Hugsa aðeins þessa setningu hér. Hvaða rétt höfum við til þess að takmarka ákvarðanir þeirra sem munu taka við skógunum af okkur síðar? Takk fyrir. Einhverjar spurningar úr sal? Ekki fara öll í einu. Við þekkum Hrefnu fyrir.